Af hverju ætlar þú að segja nei við áframhaldandi aðildarviðræðum við ESB? Fyrir það fyrsta þá hef ég lengi verið þeirrar skoðunar að Evrópusambandsaðild sé ekki það sem hentar fyrir Ísland og íslenskar aðstæður. Við erum eyja hér í Norður-Atlantshafi með mikla sérstöðu og nágrannaþjóðir okkar eru ekki aðilar að ESB. Okkur hefur farnast vel að sigla undir þeim merkjum í samfélagi þjóðanna og höfum okkar sérstaka sæti við borð eins og hjá alþjóðastofnunum og víðar heiminn. Hins vegar vil ég bæta því við að mun líka segja nei vegna þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún er ekki kynnt fyrir þjóðinni með þeim hætti sem hún á skilið. Og okkur er sagt að við sem aðeins að fara í aðildarviðræður til að skoða hvað Evrópusambandið hafi upp á að bjóða og það sé í raun bara upplýsingarleit og ef okkur líki ekki við það sem kom út úr viðræðunum þá getum við alltaf sagt nei síðar og jafnvel hafa einstakir ráðherrar sagt að þeim muni stöðva samningana eða ekki leggja þá fyrir okkur ef þeim sjálfum líkið ekki sem er ekki hluti af kynningarefninu fyrir þjóðina. Og mér finnst ekki trúverðulegt að halda því fram að fullvalda ríki eins og Ísland hefja aðildarviðræður við stjórnmálasambandið og Evrópusambandið til að afla upplýsinga. Slík ákvörðun er í eðli sínu pólitísk. Hún markar stefnu. Þetta er mál sem varðar okkar utanríkispólitík og samskipti við allar þjóðir heims sem við eigum viðskiptasamninga við eða önnur samskipti. Og þegar slíkt ferli fer af stað af eigin skriðþunga þá eignast það sitt eigin líf. Stjórnsýslan undirbýr sig, það skapast væntingar. Þetta er kannski með öðrum orðum þessi spægilpilsku aðferð sem stundum er nefnd. Og þess vegna skiptir máli að þjóðin gerir sig grein fyrir hvað hún er í raun og veru að taka afstöðu til. Og þetta hefur til dæmis Feneyjanefnd Evrópuráðsins lagt áherslu á þegar þjóðaratkvæðagreiðslur fara fram og fór mjög vel yfir í því áliti sem hún gaf á spurningunni sem upphaflega átti að leggja fyrir þjóðina. Og niðurstaðan af því eins og við vitum var að spurningunum var breytt. Nú ég er ekki að segja nei við Evrópu. Ísland er þegar hluti Evrópu og við eigum í miklu samstarfi við Evrópuríki bæði innan Evrópusambandsins og önnur lönd í gegnum EES-samninginn, Schengen og fjölda annarra samninga. Þannig að í samstarfi við þjóðana og EES-samninginn þá höfum við aðild að svokölluðu tveggja stoða kerfi með eigin stofnunum og fyrir smáríki eins og Ísland skiptir það máli. Og þetta sýndi reynslan úr Icesave-málinu. Þar sem að EFTA-dómstóllinn og aðrar EFTA-stofnanir skiptu Ísland miklu máli. Og þess vegna finnst mér rangt að kynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem saklausa upplýsingarleit. Hún er það ekki. Hún snýst það hvort að Ísland á að hefja pólitíska vegferð sem getur leitt til þess að við yfirgefum það samstarf og samstarfsform sem við höfum byggt upp í gegnum EES og fleira síðustu árin. Og þjóðin á rétt á að fá ekki bara upplýsingar þetta, hún verður að vera meðvituð hverju þetta breytir að þessu leyti. Þess vegna mun ég segja skýrt nei.